Innri höfnun eða sjálfstraust. Þannig ætla ég að byrja þetta vídeó sem gjafaolíurnar í mars. Af því að þetta tengist svolítið þessum olíum sem ótrúlega falleg þrenna. Það Myrtle, White Forest og Australian Blue. Þannig að gjafavörurnar frá Young Living í mars 2026. Ok, það Myrtle hérna með 120 PV fyrir þá sem í áskrift, sem í loyalty vildar viðskiptum. Fyrir alla sem kunna virkilega meta búðina það auðvelt að maður getur keypt sér auðvitað sápur og vítamín, ningsjarret, næringu og svo allar olíurnar. Og maður fær yfirleitt alltaf ekstra gjöf ef maður með 120 PV, sem ég myndi segja væri svona skynsamleg pöntun með við það að við borgað 22 evrur í sendingu, 3.300 krónur eitthvað svoleiðis. Það bara aðeins að sýna ykkur þetta kemur sem sagt líka með. Þetta ykkur 60 millilítrar, 30 millilítrar ásækið, af þýfsfljótandi sápunni, þvottaefninu, þvottaleginum sem maður getur blanda svona poka í stóra flösku af vatni, bara til að þrífa, hvort komið með hreingirningarefni. Ég átti svona því ég keypti í Bandaríkjunum einhvern tímann. Mjög sniðugt, þetta sniðugt til að gefa líka sem pröfu. En svo það elsku Myrtle-olían. Myrtle eina biblíuolíanum. Sko, þessar olíur tengjast allar svona svolítið að fara svolítið inn á við, endurnýja sig, en líka öndun, af því að þegar við erum með eitthvað svona vandamála öndun, þú veist að taka lífið inn og sleppa tökunum. Þá getum við alltaf skoðað svona ákveðna tilfinningar sem fylgja þessu, eða hvernig við erum svona að sjá umhverfið og það endurspeglar líka svolítið þá hvernig við erum hvað að gerast hjá okkur. Það algjörlega frábært að nota VAF6 olíuna, setja pínlítið í lófan, það var nú bara svona pínulítið og 1 dropa af Myrtle. Hún mjög svona pínu eukalyptus fílingur yfir henni. Hún mjög svona björt og svona skörp. Já, maður finnur það alveg strax að hún svolítið góð fyrir öndun. Hún líka í Endoflex, þannig hún góð, bara þannig gott að nuddinni bara hérna á bringuna. Þetta bara svona fyrir öndun, baki bringuna til að létta á önduninni. Hérna fyrir mörgum árum, þá var einhver hósti sem gekk á meðal hesta. Þá voru hún ótrúlega góð og vinsæl til að nota fyrir það. Ok, svo kemur næst olía sem heitir White Forest, hvítur skógur. Ég á ekki þessa blöndu. Ég hlakka mjög mikið til að fá hana, en það eru margar barrolíur í henni. Og barrolíurnar eru líka góðar svona bæði fyrir tilfinningahliðin okkur að standa sterk með okkur sjálfum. Að vera fylgin okkur. Að við höfum rætur og höfum tilgang. En ég sem sagt á náttúrulega hérna Sacred Mountain sem eru margar barrolíur og hérna Ilyang. Og ég notaði þessa barrolíur eða Sacred Mountain mjög mikið hérna á hálsinn til að tengja höfuðið, tengja mig, já, kannski höfuðið, alheiminn og hann í hjarta mitt. Hún ótrúlega yndislega sem sagt, en White Forest veit ég ekki alveg hvernig hún en hún líka góð fyrir svona hjarttenging og standa sterkur í sjálfum sér. Ok, svo það Australian Blue, það var trúlega 250 Australian Blue. Sko, hérna, ég kynntist þessari olíu þegar ég varð veik, þannig síðan það var, og ég var svo með svona, bara einmitt með öndunina, var eitthvað svona sem ég var ekki að losna við og gekk erfiðlega að losna við. Þá fór ég að skoða, hérna, tilfinningabókina mína, uppáhaldsbókina mína núna, og auðvitað hafa sko það sem við erum að hugsa
hefur rosa mikil áhrif á tilfinningarnar og svo manifestar það, raungerist það oft í einhverju ójafnvægi í líkamannum. Og hjá mér, það var það greinilega eitthvað sem ég þurfti að skoða og það var svona hugtaki sem að, það er reynda bæði það að vera grounded, að vera mjög jarðtengdur eða ekki nógu jarðtengdur, sem að er hægt að vinna með Australian Blue og þá er það reyndar oft tengt svona veikleikum inn á líkamann sem að tengjast blöðrunni, þvagblöðrunni. En hjá mér var það svona meira tilfinningin að hafa óbeit á einhverju sem var að gerast í kringum mig, einhverju sem var að gerast í heiminum og það er nú ekki svo erfitt af því það er ýmislegt að gerast í heiminum sem það er kannski ekki endilega alltaf sammála og sérstaklega mann heyrir nú fréttirnar, þetta er bara ekki neitt, oftast næri neikvæðar fréttir. Þannig að ég fór að skoða þessa tilfinningu og í raun og veru er hún líka hinn hliðin á henni er að maður getur tekið til eitthvað sem að maður er ekki getur losað sig við. Þannig að vera ekki fastur í farinu, finna einhverja nýja fleti, losa sig við það sem að þjóna mann ekki lengur og þá getur maður risið svona upp í svona eflingu, svona elft sjálfan sig bara og svona að því þessi óbeit getur líka komið fram bara í ákveðinni svona innri höfnun, þannig að bara að sýna sig meira umburðarlandi og mýkt, elska sjálfan sig sem að geti tekið öndunina, tekið anda bara frjálst og óhindrað og ég notaði hana sem sagt alveg rosa mikið, þessa olíu, átti stóra flösku af eldgamla sem ég aldrei notað og svo hafði ég fengið gefin sem mitt í prómógjöf einhver tímann Australian Blue og ég notaði hann á hvernig punta bara á bringunni og þannig ég notaði það og þetta var svona galdur, þetta var alveg galdri líkast. Hvernig svona þessi umbreyting varð á þessu öndunar vandamálum og innri höfnun kannski eða óbeit sem að snerist svo bara upp í það að ég gat fundið meira sjálfstraust og bara skýrari sýn hvert ég vildi fara. Finna tilganginn sinn. Ok, þetta er meira, það er svo ólífu essential, þetta eru bætiefni. Þetta eru bætiefni úr ólífum, auðvitað. Það er ólífur og ólífu olíunni eru efni sem heita, nú ég bara ná í blaðið mitt, hydroxytyrosol og þetta eru polyfenolar. Og það er rannsóknum til að þessu sem að þetta er alveg mjög merkileg efni og mjög kröftug andoxunarefni til að koma í veg fyrir að syndurefni trufli líkamann allt of mikið, gott fyrir ónæmiskerfið, fyrir hjarta- og æðakerfið og svona talið að þetta geti haft góð áhrif til að hamla bólgum. Af því bólgur eru auðvitað eitthvað sem kemur ef að líkaminn er ekki að ná að verja sig með andoxunarefnum. Og þessi óhreinindi og toxin komast inn í líkamann og trufla frumurnar okkar og eyðileggja þær. Þannig að þá kemur bólgu ástandið. Ok, þetta er ekki alveg búið. Það kemur alltaf 400 pífi sem er free sending. Og það sparar maður þessu 22 evrur. Og þetta er bara það sem ég ger alltaf vegna þess að ég nota alltaf mikið af vörunum, bara fyrir mig. Þetta eru bara vörur sem við erum að drekka, Nixaret, kaupa hreingerningar og vítamín, sulfúrsämi bara alltaf í mig og einasta pakka sem ég pakka, panta og Nixaret að því nota það svo mikið. En þetta kemur með 450, Bloom kremið, oh my god. Sko þetta þykka geggjaða krem, andlitskrem. Þetta er alveg ótrúlega góð krem og þau svona, ég er ekki frá því eftir, ég var búin að byrja að nota mikið þetta krem.
að svona ég var svolítið æðaber í andlitinu, að það hefur bara svolítið lagast. Þannig að húðin mín orðin svona jafnari og svona ekki þessi svona svaka háræða slit sem var í andlitinu á mér, eins og gamall bóndi sko. Hefur bara svolítið lagast. 450 PV. Þannig að þið getur keypt bara stóran heilsupakka fyrir þig, þinn ótrúlega flotta mánaðarlega heilsupakka, þá færðu allt þetta og sparar sendingarkostnaðinn og getur valið hraðsendingu. En maður þarf að passa að velja hraðsendingu. Ég ger annað vídeo, kannski bara live-in í Óli Vinir fyrir loyalty pakkan, sem komið nýr loyalty pakki, sem er svona kvennapakki. Þannig að það er 15-20% ekstra afsláttur á loyalty pökkunum. Þannig að þeir eru alltaf ekki bara fáum við punkta endurgjöf 10, 20, 25%, heldur fáum við líka niðurgreidda vöru sem er nú svolítið flott. Njóttu dagsins.